Þá ég næstur Kjartan Kjartansson, yfirlæknir fíknigeðdeildar Landspítala Háskólasjúkrahúss. Hann ætlar að fjalla samspil geðrænna erfiðleika og vímuefnanotkunar. Þakka fyrir Helgi. Góðir fundargestir og ég ætla nú að þakka olnbogabörnum og Geðhjálp að halda þetta mikilvæga málþing og ég tek undir það sem ráðherra sagði að þetta verði góður dagur. Nú, ég ætla að fjalla svolítið eins og bara Lilja var að gera áðan, gera það miklu betur en ég, þetta samspil. Geðrænna erfiðleika og vímuefnanotkunar sem að magnast eða hvort annað upp og það er nóg að fást við annan hlutin. Hvað þá báði einu. Þessa mynd höfum nú verið að birta svolítið til þess að reyna að skilgreina okkur á 33A hverju við erum að sinna og það er hornið uppi í hægra megin. Þessi svokölluðu tvígreindir eða sem eru með tvíþætta vanda. Og þetta er rauninni svona margfalduna áhrif eins og margfaldunartöfla. Þetta er eiginlega svona 4 í staðinn fyrir að vera með 1 eða 0 hérna niðri Þannig að þetta er eiginlega svona orðin svona ný greining bara að vera með þetta hvoru tveggja í einu. Og þannig er að tala alvarlega fíknivanda, þegar fólk er algjörlega búin að missa stjórn á fíksinni og með alvarlega geðvanda sem er þannig það alvarlega að fólk getur heldur ekki sinnt störfum með að námi út af sinni geðröskun. Og þetta er komið saman, þá getur rétt ímyndað hvernig lífið er orðið. Nú, þetta er svona einhvað þegar einhver er með geðröskun, geðsjúkdóm. Þá getum við næstu gert ráð fyrir að hann er mjög líklega með einhvern fíkniefnavanda, með einhvern vímuefnavanda, áfengisvandi eða einhver önnur efni sem hann er að misnota eða nota þannig að geðröskunni verið verri. Það getur verið svona sjálflífjun eða self-medication. Það getur verið bara einhvers konar aðrar aðstæður sem hann kemur sig í út af geðvandanum. Hann getur verið notað til að sofa eða hann er kannski búinn að detta út úr skóla eða vinnu og alls konar aðrar hlutir. Þannig að það er svona rannsóknarlega sýnt að þetta er svona þriðjungur fólk sem að hefur geðsjúkdóm er að misnota vímuefni og þeir sem eru að misnota áfengi, þriðjungur þeirra er með einhvern geðsjúkdóm. Og þarna er svona stóru sem við köllum svona þessi alvarlegu geðsjúkdómar sem eru með geðrófseinkennum. Þar er helmingur með fíkniefnavanda. Þannig að þetta er vissulega, þetta er orðið eðlilegt að einhver sem er að greinast með geðrófssjúkdóm í dag, hann sé með einhvern fíkniefnavanda líka. Það er eiginlega svolítið sláandi. Nú, geðsjúkdómar unga fólksins, barnanna og fólksins sem er að vaxa upp og þroskast og þarna er svona, þetta er ekki tæmandi listi og þetta er svona bara það helsta og þetta er marg fræga ADHD sem að Íslendingar eru svona virkilega búin að uppgötva og eru að skoða frá öllum hliðum og er kannski sumum fyrst nóg Og svo þetta ODD eða mótþróað þrjóskuröskun og það var að vera að tala falleg orð. Ég held að þetta sé nú eitt af ljótasta orðu íslensku. Það er mót og þrói og þrjóska og röskun allt í sama orðinu. Þannig að þetta er ekki skemmtilegt að vera með þetta. Kvíðaraskanir byrja gjarnan á barnsaldri, unglingsaldri, þunglyndi, viðbrögð við áföllum. Og það er oft sem hann heyrir eitthvað, það gerist eitthvað áfall í lífi unglingsins sem að breyti líf hans og hann fer í neyslu og eftir til þess að reyna að koma sér út úr vanlíðan. Stundum kemur hann sér út úr neyslunni aftur en stundum festist hann í því munstri. Og svo eru geðhvörf og geðhvörfklofi, þau oft byrja einkenni þarna á unglingsaldri fyrir tvítugt og það getur verið býsna flókið að greina það ef að fólk er komið í líki neyslu. Hvað er hvað? Nú, ADHD, einkennin þarna, ofvirkni, einbeitingarskortur, hvatís, þetta er svona þrjú megin einkennin. Og þetta veldur erfiðleikum bara í lífinu, í skólanum, heima, félagslega og krakkarnir geta komið sér út úr svona vinahópnum, út úr skólanum og það er allir þreyttir á þeim. Og þannig að það er mjög mikilvægt að meðhöndla þetta áður en krakkinn barnið er komið á jaðarinn og það sem að kannski býður hans ekki gott líf. Nú, það er gagnrýnt að við erum að nota rauninni bara fíkniefni til að meðhöndla þetta, sem er bara eitt stærsta vandamáli á Íslandi, metilfenidat.
og mikið misnotað því miður. Og menn hafa haft áhyggjur af því hvort þetta leiði krakkan bara, við erum að gefa hann hann eitthvað fíkniefni, hvort hann verði ekki bara neytandi í kjölfarið. Það vissulega til dæmi það, því miður. En svona kannski þegar maður skoðar hóprannsóknir og annað, það hefur gert, menn þá samt líkurnar minni að barnið fái fíknisjúkdóm. En því miður margföld hætta á sá sem með ADHD að hann fái fíknisjúkdóm með við krakka sem ekki með ADHD. Þetta var rannsóknir sýnt alveg satt á hvítu. Þannig þetta stór áhættuþáttur. Nú þetta mótþróa þrjóskuröskun og þetta slær átt saman með ADHD. Það ekki nóg einhver sé bara með þessa mótþróa þrjóskuröskun, þetta líka með ADHD. Og börn sem með þetta unglinga, þau eru á móti reglum, þau eru rífast, þau eru skapra, þau eru að pirra aðra, kenna öðrum og pirrast öðru hefnigjöf, eru bara óslega erfið í umgengni. Það svona kannski bottom line. Og ef að tekst ekki með einhver aðferðismótandi aðferðum og annað, sem ég ætlum ekki að fara að skýra hér, þá getur þetta þróast í það sem hefur verið kallað svona fallega félagslega persónuleikaröskun. Þetta rauninni bara andfélagslega persónuleikaröskun. Og það mjög hátt tíðni af einmitt fíknisjúkdómi hjá þeim sem eru með þessa persónuleikaröskun. Félagskvíði, oft verið kallað social phobia, social anxiety disorder. Þetta byrjar gjarnan á svona þessum viðkvæmu aldrei bara kringum fermingu, stundum jafnvel fyrir. Tíðnin svona alltaf 15%, það nú auðvitað mjög mismunandi hvernig við skilgreinum það. Það svona ákveðin fælni sko til dæmis, það þykir mjög erfitt að standa til dæmis fyrir framan hóp og tjá sig. Það næstu eðlilegt að þykir finnast það erfitt. Þannig að við köllum það kannski ekki félagskvíða, fólk þarf að vera með miklu fleiri einkenni sem að dregur úr áhuga þeirra og getu að fara innan hóp og tjá sig og komast þannig áfram. Og þeir vilja virkilega bara þeir þoraði ekki. Og oft uppgöta þessi unglingar að áfengi dregur úr kvíðanum. Þá allt orðið hægt sko, þá bara kvíðin farin og það hægt að tala við stelpurnar og gera hvað sem sko og allt orðið miklu auðveldari þegar menn eru búin að fá sér í glas. Og þannig aftur á móti tvöföld tíðni líka áfengisýki hjá fólki með félagskvíða. Og hver meðferð? Meðal annars að fara í pontu og fara á affund og allis og í hópa allis. Það einmitt þessi fólki finnst erfitt og kannski kemst ekki í þessa meðferð út af kvíðanum og missir af hennu og bara situr heima. Og vill ekki, við heldur líka það inn í heiminum með þetta sko. Nefnum að fara kíkja á netið eitthvað slíkt. Nú, geðrof og vímuefni. Það náttúrulega, við erum því miður að sjá þetta í hverju einustu viku að einhverjir að leggjast inn eða koma bráðamóttökun á geðsviðinu út af geðrofi og það tengslu við fíkniefnanotkun. Og langáttast þetta kannabis og örvandi efni. Sem betur þetta yfirleitt skamminn, stundum líður þetta hjá bara yfir nótt eftir innlögn í bráðapláss eitthvað álíka hjá okkur. En oft kallar þetta á lengri legur og stundum þau jafnvel vikum saman hjá okkur og við erum svona að spá hvort þessi sé að einmitt að veikast það bara af geðhvörfum og það því miður hluti sem þróar með sér geðrasjúkdóm og svo sjáum við að ofta þó sem að meðhandla geðrasjúkdóm þá heldur neyslan áfram og meðferðin verður erfiðari. Ef einhver neyslu, það segir sér bara sjálft og það alveg sama hvaða meðferð bara hvort sem að meðhandla bara sykursýki eða hjartasjúkdóm eða hvað sem ef einhver í neyslu, hann ekki mjög meðferðarheldin. Nú það kom út ágætt grein í Læknablaðinu mjög merkileg hérna í 100. árgangnum, núna bara í september, eftir Arnar Jan Jónsson og Herru og Birgis og Engibert. Og þetta var bara spurningin, eykur notkun af kannabis hættu á geðrofi og þróun geðklofa. Og það var farið í mikla leit af gögnum og niðurstaðan var að kannabis væri sjálfstæður áhættuþáttur fyrir geðrof og öllum líkindum einnig fyrir þróun langvinnra geðrofsjúkdóma eins og geðklofa. Þannig tala mjög varfærnislega, þetta eru vísindamenn. Þeir þora ekki að segja bara, jú, alveg pottþétt, þeir þora ekki að segja það. En öllum líkindum. Það sterk tengsl við neyslu unglingasánum og það náttúrulega sýnt eftir sem að barnið byrjar fyrir í neyslu, þá eru meiri líkur.
Þetta er líka skammtaháð og það því miður erum við að sjá líka bara sterkari efni í dag sem að valda frekar geðrofi. Erum við meira THC magn og neyslan er bara, eftir sem er meiri neysla þá er líka meiri líkur, þannig að þetta spilar allt saman. Og hvernig er svo að greina einhvern sem er í neyslu með geðsjúkdóm og það er rosalega erfitt og þá eru svolítið svona búin að missa af einhverjum svona glugga eða svona aðtöga hvernig við erum að fá einhverju upplýsingar á foreldri, hvernig var þetta áður og áður en það veiktist og neyslan dylur einkenni, stundum hefur maður sagt sko einhver sem er í mikilli neyslu, hann er eins og hann sé með svona bipolar eða geðhvörf. Það er annað gott ofsaleg hamingja eða allt alveg ómögulegt og svona í oflæti eða þunglindi sem að neyslan er að búa til. Og við þurfum leiðilega að fá svona langan edrutíma til að staðfesta einhverja greiningu og sem eru búin að hafa á göngutöldi mörg ár og við erum ekki ennþá geta snelt niður að sé með geðhvörf eða geðklofa en okkur grunnaði vissulega. En það er svolítið stórt mál að sitja svona greiningu á einhvern. En við erum stundum bara að sitja í meðferð að okkur það er sterkur grunur og okkur finnst það réttlætanlegt að reyna meðhöndla geðrofssjúkdóminn eins og hann væri komið meðan einstaklingur þó að sé ekki alveg greining eftir öllum skilmerkjum ameríska geðlæknisfélags og svo framvegis. Þannig að samantektin bara, þetta er nátengt því miður og bara gera alls konar fíknisjúkdóm, þeir svona elta gott næman og haldast í hendur. Byrja hvorum sig gjarnan á úlingsárum. Neyslan, hún dregur meðferðarhældinni og gerir þá alla meðferð erfiðari. Þannig að fólk er að koma aftur og aftur og það er svo sem skilgreining líka bara í fíknisjúkdómi að það verða bakslög og greiningin verður mjög erfið og það þarf að meðhandla hvort tveggja. Það er ekki nóg að meðhandla bara annað og helst samtímis. Takk fyrir.